Ég er bara að skoða glósubókina sem ég glemdi þetta síðast. Mér hugsi, stundum er ég með glósubók, þar sem ég skrifa niður svona hluti sem ég vil tala um. Hættur með tölvu, minnst þú er svo klöngi. Ég er að skoða bara svona sem ég er búin að skrifa. Ég er ekkert mikið, þetta er bara svona 1-2 orð. Hérna til með skrifa ég Carnage og svo DLC í svega. Þetta eru Spider-Man 2 hættunum okkar. Ég er með hugsi starfsmann Rísi, Rafíþróttasamtaka Íslands, sem að fann þennan miða og neyddist til þess að lesa hrafnámsbrekkið sem að kallast skriftin mín. Til þín þá segi ég samlíkist að hafa þurft að lesa skriftin mín og hún er hrikaleg. Jæja, smá útúr. Þessi þáttur er fyrsti þátturinn okkar af 3, þar sem við erum að fjalla bara árið. Þetta er bara árs uppgjör tölvuleikjaspjallsins. Fengum til okkar frábæra gesti. Fengum til okkar Daniel Rósekans, sérfræðingur Nintendo-mál sem að tala Nintendo. Fengum til okkar Sigurd Sören, Siggi Sören, hinn Siggin. Fengum til að Sigga Pétur fyrir bara nokkuð lungu síðan til þess að tala Uncharted 3. Hann er báðir Siggarnir búin að koma í þátt sem er bara geggjað. Siggi Sören talaði bara margt. Það er bara Martin gerst í ár sem hann hefur spilað en hann vildi að tala Diablo 4. Þannig við tölum aðeins það. Svo fekk ég Marín Eidal í sett og við tölum bara eins og venjulega, mjög margt, mjög unhingst og skemmtilegt spjall. En tókum þetta fyrir Baldur's Gate 3 sem er nokkuð ótvírætt, ekki alveg beint ótvírætt, en hann er klárlega leikur ásins hjá mjög mörgum. Bæði spilendum og tölvuleikja magasínum. Svo erum við eitt þáttu viðbót þar sem að ég og Gunnar hittum sérna aftur í setti og tölum aðeins bara okkar ár og við tökum svolítið saman og fjöllum helstu fréttir. Margt sem búið að gerast alveg ótrúlega margt. Fréttnefnt bara núna bara daginn. Day Before kemur út og fyrirtæki sem að gerði Day Before er bara hætt að fara til. Þannig að það er, eins og segi, rosalega margt að gerast í tölvuleikja heiminum í dag og bara það er varla hægt að fylgjast með öllum. Ég vildi bara taka smá tíma og segja bara í fyrsta lagi bara aðeins að biðjast afsökunar á svarleysi, eyðuleysi hjá okkur að setja á samfélagsmiðla. Við vitum að þeir að fylgjast með, sem er bara geggjað, við sjáum tölurnar á þáttunum okkar. Þeir eru að hlusta, þeir eru að horfa og það er bara geggjað fyrir okkur. Geggjað fyrir okkur, en ég meina það er geggjað fyrir okkur að vita og endalaust þakklæti þeir til eitthvað fyrir það. Á nýju ári ættu að vera duglegri, það er okkar nýjársheit, til að halda áfram að taka upp gott efni og vera tölvuleikja hlaðvarpi ykkar, sko maður svoleiðis. Þannig að ég veit að við munum þakka alveg kærlega fyrir okkur líka þegar í þettum sem ég og Gunnar tökum upp, sem er að sjálfsögðu búið að taka upp. Takk fyrir árið þið. Takk fyrir þetta frábæra ár, stærsta ár tölvuleikjasögunar held ég að ég geti nokkurn veginn fullyrt. Njótiði þessa þátta. Ég ætla alveg bara að kasta tening upp á hvað kemur fyrst af þessum 3 viðtölum sem ég tók og svo í lokin áður en að árið er búið þá sjáum við að fá að sjá mig og Gunnar að tala saman aftur. Ég fer svo í smá frí út fyrir landsteinana og við förum í smá dvala, ekkert langt en þetta er bara eins og við höfum talað við erum með seasons format á þáttunum okkar. Þannig að við komum ekki aftur fyrir bara í miði janúar, eitthvað svoleiðis, en þá bara eins og segi, þetta er bara dynamite efni, góðir þættir, góðir leikir, góð viðtöl og þið bara haldið að þið haldið að senda á okkur eða einhverjar hugmyndir og við gerum okkar allra besta til þess að fjalla sem mest. Það er náttúrulega leikir sem bara, ég er náttúrulega við náðum ekki fjallum í ár sem bara bæði koma út og seint og bara voru hluti af bara öldu sem að þurfti að spila, Assassin's Creed Mirage til dæmis, eftir að taka hann fyrir. Þannig já, ég ætla bara að setja fyrsta viðtal í gang og þakka aftur kærlega fyrir okkur. Tjekkið á Elko Gaming, hvet ykkur til þess, það eru endalaust tilbúið alltaf í gangi hjá þeim, svo flott sem að hægt að kaupa og frábært starfsfólk til að hjálpa okkur, flott nördadót. Takk fyrir okkur, gleðilegt hinn ár, gleðilega hátíð og við sjáumst næst, sem er þetta smá.
Áframhaldandi umfjöllun tölvuleikjaspjallsins tölvuleikja árið 2023 heldur ótrautt áfram og við erum komið með frábæran gest í sett. Einn af mörgum gestum sem ég ætla að ræða árið það Sigurður Sören. Blessaður og sæll, velkomin. Blessaður, takk. Það loksins að ég fæði í sett, þetta búið að vera löng fæðing. Já, heldur betur. Við erum búin að tala þetta í smá tíma. Í smá tíma, já. Ég meira ítlútt í þér en... það er náttúrulega, þú veist, þegar maður með podcast og það eru mjög diggi hlustendur, þannig veit maður þetta, eins og við erum bara margótt múin að segja, þú veist, að fólk megi senda á okkur. Og bara hvað sem er. Það er svo næs að vita af því, þú veist, að fólk er að hlusta og fólk vill tala um tölvuleiki, þannig það er alltaf vel þegið og þess vegna vildi ég bara hiklaust bjóða þér að taka þátt Takk fyrir það. Í áramótunum maður. Ég er einn af þeim sem er alltaf leiðrétt ykkur. Já, þú ert hérna Siggunum. Já. Þú ert hinn Siggin. Já, ég er hinn Siggin. Við erum búin að fá hinn Siggan og nú erum við komið með rétt með því. Ég ætla að tjekka eftir lögir sko til hljóðu sig í lagi. Þetta er frábært maður. Herðu, tölvuleiki árið 2003. Já. Þú spilar slattaleikjum. Já, ég á tölvert mikið af leikjum á árinu til að spila. Mitt. Þannig hvað er búið að standa upp úr þér í ár? Sko, svona nýlegast myndi ég segja Spider-Man 2. Hann er frábær, hann er bara betri útgáfan af fyrsta leiknum. Einstaka svona side quest sem verða þreytt eftir smá tíma, smá repetitive, en annars bara frábær leikur og örugglega verður í umræðinu leikársins á Game Awards. Já, hygglust sko. Nei. En þú ert með annan leik í huga Já. Sem tilur vera svona þinn gotti. Já, Diablo 4. Þú ert Diablo 4? Já, ég er sokkinn djúpt Já. inn í þá ormahólu sem sá leikur er. En já, mér finnst hún frábær. Það er ekki allir sammála mér. Nei, sko, þetta er náttúrulega sérstaklega svona í sendið. Þegar hún kom út þá var hann sjúklega vinsæll, bara heimskulega, þú veist, hann var spilaður út allt, hann var að vera streymunum, en það var svona eftir nokkra mánuði, að þá í rauninni svona, maður sá bara hvernig hann dalaði í vinsældum. Player counti minnkaði og það var svona, við skulum geima gagnrýnina aðeins, af því að eins og í skapandi skrifum þá var maður alltaf að hrósa fyrst. Hvað er það, þú veist? Hvað er það við Diablo 4 sem bara gera hann fyrir þér? Mér finnst hann, þessi heimur, þetta er skemmtilegur heimur, hann er grimmur, hann er dark. Ég meina, þú ert að drepa milljónir af djöflum. Ég meina, hvað er hægt að biðja meir en að drepa djöfla endalaust, sko? Gott hack and slash. Gott hack and slash. Og svo náttúrulega er þessi bara genre af leikjum, hún höfða til mín. Já. Ég fíla Path of Exile og ég er að bíða eftir 2. Og þannig að það er svona þessi típa leikjum. Það er svona, þetta er svolítið svona, hefur maður heyrt annarkvort eða, eins og við tölum við Melunu Kolkum, að þú veist, þegar Diablo 3 kemur út, ekki vinsæll. Nei. Eða svona, jú, hann var alveg vinsæll, en að meðal þeirra sem vildu spila Diablo, þá var þetta ekki góður leikur. Nei. Það var mjög mörg sem hafa flúið verið í Path of Exile og hefur svona myndast svona, hefur maður alltaf svona tekið eftir, kannski er þetta ekkert svoleiðis, kannski er þetta bara svona umræðan ykt upp. Algjörlega, þetta eru tvær fylkingar og mér finnst núverandi spilar af Diablo svolítið verið að færa sig aftur yfir í Path of Exile. En ég meina, Blizzard er kannski ekki að vinna hetjudáð dag eftir dag en og sum updatein hjá þeim og patcharnir hjá þeim eru bara fárlega, sko. Já. Það er bara, þannig að það er svona það en svo bara verður að gefa sér séns út. Þetta er náttúrulega live service leikur. Þannig að leið og ég fara að bæta contenti í leikinn. Ég meina, að búa tilkynna næsta expansion sem kemur seint á næsta ári. Þá kemur nýtt klass og þá verður hæpið alltaf aftur. Já, það er svolítið svona markmiðið þeirra mitt er að gera, þú veist, í rauninni í staðinn fyrir að gera Diablo 4 og svo kannski eftir ykkur x ára að gera Diablo 5, að í rauninni halda Diablo 4 lifandi bara svona eins lengi og þau mögulega geta. Já. Þegar hann kom út fyrst, ég datt alveg harkalegin í hann, þú veist, ég tók Druid og ég spilaði hann alveg í gegn. Byrjaði svo Necromancer, spilaði hann, en það var eitthvað bara, þú veist, það var eitthvað við það að, þú veist, ég get alveg spilað repetitive leiki, það var eitthvað við Malignant seasonið
það var ekki gott, sko. Þetta var bara orðið hundlegilegt eftir bara smá tíma. Já, og mér fannst þessi nýja mechanic, þessi hearts, mér fannst þau ekki virka, sko. Nei, sammála. Þannig að, og svo maður var í inventory management bara og það var svona, ég er með 18.000 hjörtu sem ég er ekki að nota, sko. Þannig að, já, en season 2 er miklu betra. Ok, nice. Það er meira, þar ertu komið með svona vampire powers. Já. Út af það, já, þeir geta gert hvað sem er í þessum heimi svo sem. Þannig að, og ég er búinn að levela bæði Rogue og Druid í þessu seasoni. Druid er gjörsamlega gagslaus. In endgame, hann bara, ég get ekki sólóð á dungeon til að bjarga lífi minni á honum, sko. Á meðan ég hleypi gegnum hvert einasta dungeon á þess að deyja á róginum, sko. Já, ég skilji. Þannig að þeir verða líka bara að, held ég, þeir eru duglegir að tala við communityið, en þeir virðast ekki tengjast samt communityinu nógu vel. Já, ég er sammála því. Það sást bara best, þú veist, þannig að þegar Blizzard stutt eftir að Malignant Season byrjaði, svona eiginlega, ég var svona held í semi-hættur að spila, þá nörfuðu þeir alveg, sko, góðan helvíti slatta af opnum og abilities. Algjörlega. Og þá gerðu þeir með Druid, gagslisann. Já. Það var þú veist, það var stomp ability sem maður réttan talisman, bara á skefvíkina, smábrótið, þú veist, þegar maður var að hlaupa í gegnum, þú veist, 100 óvinni, bara ekkert mál. En gerðu það bara eitthvað svona stönn ability í staðinn. Já, einmitt. Og líka þetta sem sagt landslide ability hjá Druid, þú getur ekki spila leikinn sem Druid ef þú ert ekki að nota það ability. Það er rétt. Því að ef þú ert ekki með það ability þá ertu bara defensive skills, sko. Já, í singleplayer leik. Já, í singleplayer leik. Ég meina, en ég levelaði Sorcerer sem sagt bara þegar leikurinn kom út. Já. Og þar er einmitt sama gagnrýni fyrir mér er að hann er allt og defensive minded. Já, það skilji. Þú ert í raun og veru bara með kannski 3 offensive skills. Já. En svo ertu með 2 armora og skiluru og teleport. Já. Þannig að þeir verða að kannski, ef þeir ætla að vera með Sorcerer, gera hann skemmtilegan. Það var bara 1 build sem virkaði. Þú gast ekki nota Fire því þá bara myndur þú deyja. Já, akkurat. Og ef þú notaði Frost þá myndur þú líka bara deyja. Þannig að þú þurftir að nota þetta Arcane build þeirra. Já. Þannig að Storm buildið. Já, einmitt. Já, og fínt upp að vissu marki en þú ert frekar lengi að levela einmitt í gegnum það kerfi. Á meðan á Roginum skilurðu, ég örugglega með einhverja 30 tíma á honum en ég er komin í 64, sko. Þetta er, þú veist, ég meina, ég fann það saman alltaf, þú veist, þegar þegar ég valdi Druid fyrst og bara eins og ég sagði í þættinum, þá var það bara, Gunnar sendi mér eitthvað guide á TikTok, hvernig á að spila sem, how to play þess að Druid Well eða eitthvað, eitthvað step on, eittu karakterunum og veldu hvað annað, skilur við. Já, ég veit. Og ég var bara eitthvað, ég fylltist eitthvað svona, ég varði eitthvað að sanna fyrir heiminum að Druid var ekki slæmur. Þú veist, og bara þjöstnaðist í gegnum heiminn, svo kláraði ég söguna og bara hætti strax og fór það í Necromancer. Og ég var bara komin með level 20 bara á einhverjum djóktíma. Og bara slátraði allir staðin sem ég var að ströggla sem Druid, ekkert mál. Túrdúlra, ég tók það á svona cirka 15 myndum. Ég þurfti að bústa félaga minn, hann var einmitt að levela Druid á saman tíma. Og ég þurfti að bústa félaga minn í Túrdúla. Út af hann bara gat ekki náð damage á bossin, sko. Og það svona var alveg einmitt skrítið hvað Druidin var weak. Út af því að hann var líka nýtt klass þanniglega síðast. Já, akkurat. Það þekktu allir Barbarian, það þekktu allir Sorcerer, skilur þau. Og Necromancer er úr fyrirleik, en hann er alltaf miklu skemmtilegur í þessum. Já, mun, sko. Ok, en bara svona, þú veist, ég man ekki alveg hvað við tölum mikið um þetta í fyrirþættunum, þannig að hann má svo samanlega taka. Hvernig, þú veist, bara sagan í leikunum? Sagan er góð, en það sem ég finnst samt skemmtilegast eru sidequestin.
það náttúrulega endalaust að side contenti að gera hvort það séu quest eða hvað og þegar þú opna mappi þá stendur uppi það stendur bara hversu mörg side quest eru á svæðunum. Það er mjög þægilegt. Sko. Og ég levelaði eiginlega upp alla söguna bara, ég gerði side quest og svo svona, ég er búin að overlevela, skilur 10 level, kannski best að færa sig. Þá var storyið miklu auðveldara. Já, akkurat. En svo þegar þú kemur í einmitt lokin þar sem þú ert að berjast við Lilith, ok, það er bara boss rush dungeon. Já, þú labbar bara inn og það er bara boss eftir boss eftir boss eftir boss og þú er búin að berjast við alla. Já. En þeir koma bara svona í röð. Ég veit. Svo er Lilith eiginlega bara léttust. Heiklust, og þegar ég var að fara eitthvað það, þá var ég svona, þetta áhætti ekki að vera eitthvað öðruvísi, ekki bossar að vera eitthvað svona önnur svona annað dæmi. En svo svona, ef maður fór eitthvað svona að greina, þú veist, af hverju þetta var hanna svona, það að hafa Lilith auðvelda, hún var ekkert easy, en miðað við alla hérna bossana, þá var hún cakewalk, sko. Það var þetta svolítið svona, einhvern veginn, það var bara meira eitthvað svona heimspekileg ferð fyrir þig í gegnum fílósofíu leiksins, einhvern veginn. Algjörlega. Eitthvað. Já, og bara sko, þú átt náttúrulega í endurinn á leiknum átt að berjast við Hell Lilith eða Devil Lilith. Hún er á að vera erfiðari. Já. En ég er samt að heyra, skilurðu, það eru svona 14 sidebossar erfiðari, sko. Já, ég menna, ekki minnast það Butcherinn, þú veist, en það einmitt. Bara fyrir utan hann, þá gat maður alveg fundið fleiri sem voru með bara mun fokk erfiðari heldur en Lilith gat nokkuð verið, sko. En þetta er samt líka sama vandamál og var í Diablo 3. Já, það. Diablo sjálfur var léttast. Já. Það bara make ekkert sense. Nei. En þetta er eitthvað, ég veit ekki hvað þetta er hjá Blizzard. Þeir eru eitthvað vilja að þú klárir söguna til að komast í gegnum inn í endgame contentið. En, come on, smá challenge. Það make ekkert sense, þú veist, að Blizzard sér að selja fólki, ég veist, reyna að græða sem mest á endgame. Sérstaklega ef þú veist Ok, ég ætla að reyna að gera þetta seamless en það mun ekki ganga, þannig að fólk þarf ekki að taka eftir það er ekki lengur neitt á sjónvarpinu. En já, það sem við vorum að tala áður en að allt krassaði er að Blizzard er þá allan ágúst, það sem ég myndi telja er að Blizzard er að fá fólk til þess að frekar spila endgame content, bara klára plottið og dífa sig frekar í side content, endgame content og þá væntanlega seasons þegar það kemur. Og sko, story contentið er ekkert voðalega langt. Þú getur farið í gegnum story contentið bara og þú ert enda bara í level 25, sko. Já, hyggilegt, sko. Þannig að ef þið eru að spila, gerið side contentið með, því að annars verður sko grændið svo ógeðslega leiðilegt. Ef þú ert bara eitthvað í level 25 og búið með söguna. En nú er bara svo vanur þessu einmitt, það sem er búin að, það sem samfélagið er að segja er, þú veist, það eru allir með Skyrim síkina. Allir. Bara allir. Fuck main quest, gera bara side stuff, endalaust. Og svo drepa Alduin þegar þú komin í level 130, skilur, eitthvað. Þannig að það að Blizzard sé að gera þennan leik og einmitt svona hálfpartinn svona þröngvaðir í að klára söguna. Því að þú veist, ef þú búið með söguna, þá getur þú byrjað annan leik með hvaða karti sem er í þú veist level X og það er ekki að gera söguna. Það er alveg fínt, skilur, en þetta er svona skrítið einhvern veginn að vera ekki skýrari með þetta. Já. Ef þannig má orðið komast. Algjörlega, en ég held líka að Blizzard sé svolítið að taka annað fyrirtæki sér til fyrirmyndar sem er búið að ganga vel í 10 ár, sem er Bungie og Destiny 2. Já. Ég meina, ok, síðastu aukapakki er ekki góður og var reduced í player og allt það, en þeir eru samt alltaf að koma með nýja expansiona og þeir eru búin að halda leiknum lifandi í 10 ár. Og það er alltaf sama core player baseið í gegnum alla expansionuna, skilja. Já, ég veit. En vandamálið til dæmis þar er að þeir eyða gamla contentinu. Já, ég veit. Þeir bara setja þig eitthvað volt og það bara, þú getur ekki spilað það. Ég veit, sko. Ég get ekki spilað upprunalegu sögun í Destiny 2 ef ég vil hoppa inn í leiki núna. Nei, ég skil þig. Ok. Ég get ekki spilað fyrstu 3 expansionum bara aftur í tíman, sko. Áhugavert. Þannig að þeir eru alltaf að bæta contentið en á saman tíma eru að læsa content bak við, skilur, til að halda leiknum í ákveðinni stærð eða bla bla bla. Já.
Ég myndi að halda það, og líka, úst, svona byproduct af því að þau myndi að gera eitthvað svona exclusive pælingu. Já. Það samt leiðilegt ef þetta get ekki, þú veist, þeir eru þá kannski að setja sig upp fyrir einhvers konar Destiny Classic setna meir eða eitthvað. Já, maður myndi halda Eitthvað það, svoleiðis. en svo bara svona nýjustu fréttir, ég meina, þeir eru virðast vera move on from Destiny, sko. Já, einmitt. Það er að koma Final Shape á næsta ári og það er conclusionið í Destiny sögunni, sko. Þannig að þeir virðast alltaf færa sig frá Destiny og fara að einbeita sér að marathon sem að þeir kynntu. Einmitt. Og það verður extraction shooter, ekki að það sé búið að ganga frábærlega í tíðina. Ég meina, Rainbow Six Extraction er besta dæmið lélegan extraction shooter, sko. En já, það er áhugavert hvað Blizzard gerir og hvernig þeir ætla að halda playerbase-unu sínu gangandi. Einmitt, sko. Já, ég er sammála. Þetta verður, þú veist, það var bara, þú veist, þegar maður sér þetta, svipar þetta og ég innan ekki að spila lengur. Ekki það, ég er engin eitthvað paragon fyrir það hvað, hvort maður er að spila Diablo eða ekki. En þú veist, svona að þessum nótum, á þessum tíma, þá sá maður að playerbase var að, sko, hraðminka. Já. Og maður sé bara svona áhugin og umræðan, þetta var svona næstu bara eins og Game of Thrones eftir síðusturinnuna. Já, og þetta var bara búið að snúast algjörlega 180, sko. Áhugavert, sko. Þetta var orðið neikvætt og sko, bara hardcore spilarar. Ég meina, ég er að fylgja einum og hann er núna búinn að reyna að búa til hardcore karakter og komin upp í 98 á honum. Scheisse. Þá krassar leikurinn og hann drepst. Fucking hell, maður. Ok, það er eitt að þú ert með hardcore möguleikan en þarf ekki leikurinn þá að vera allavega nógu stöðugur og netsamband og annað nógu stöðugur til að hann lifi af, sko. Helst, sko. Ég meina, hvernig ætli kirkjugarður á hardcore karakterum í gangi síðan leikurinn kom sér? Það er bara eina ástæðan fyrir því að ég snert ekki hardcore hluti með sko 10 minútur stöng. Sérstaklega var live service, þú veist, eins og bara átræðis. Þegar það var kynnt eitthvað svona hardcore, ég var bara fuck, nei. Algjörlega. Bara, þú veist, það er svo margt sem getur úrskeiðis. Þetta er live service leikur, sko. Þú veist, þeir eru út með leik bara eins og Fallout Vega sem er búin að vera til síðan 2010. Já. Þú veist, hann getur krassað skilur og þú getur dáið, en það er bara leiknum kenna. Já, það er ekki netun að kenna. Nei. Það er ekki auka breyta þessu. Líka bara, bara Bandaríkin, ég meina að þú býrð á tornadoes, flóðasvæði. Já, nákvæmlega. Skyndilega dettur rafmagni út og þá netifarið, skilurðu, þá er bara, heyrðu, ég er búin að eða 50 klukkutími með levelinu hardcore karakter og halda honum á lífi, skilurðu, hann er bara farinn. Já, aldjóks. Þannig að það er svona áhugavert að reyna að halda út í hardcore einhverju í online environmenti, sko. Mér finnst það bara ykkur bara píninga þau, sko. En, Diablo, ertu búin að prófa alla klassana? Já. Hver af þeim er uppáhalds? Rogue. Það er Rogue? Já. Og það er bara af því að þetta er bara... Hann er með mesta damage outputið. Já. By far. Og ef þú vilt vera melee, þá getur þú melee. Ef þú vilt vera ranged, þá getur þú ranged. Þú getur líka verið hybrid af melee og ranged. Og þú flýgur í gegnum leikir, sko. Þannig að það er svona leiðilegasti karakterinn af mínum að þetta er Barbarian. Það er svoleiðis, ekki Druid? Nei, Druidin er með skills sem eru skemmtileg og það er gaman að sjá particle effectsin og allt það í kringum hann, skilur en Barbarian er bara ógeðslega einhvern veginn vanilla. Ég skil ekki um hennar. Þú ert, það er mjög ruglandi að vera með, skilur 18.000 vopn á sér í einu. En mér finnst ekki skemmtilegt bara skildæmi þeirra. Ég skilði, ok. Þannig að Rogue er toppurinn, Barbarian er sokkurinn. Já. Ég spurði þessum sem ég á hann, en þú veist, hvað er það við Diablo 4 sem að setur hann stalli fyrir ofan aðra leiki á árunni? Þetta er ósöngað spurninga, það er svo ógeðslega margir leikir, fjölbreyttir skilur en það er eitthvað við Diablo sem að húkaði þig allavega. Já, það er bara þetta, þú getur farið þarna inn og þú bara gleymið þér skilur. Það er ég get sest niður í sófan og ég kveikja Diablo eða ég kveikja Steam-dekkinu mínu og ég kveikja Diablo og skilur, það eru 4 tímar farnir bara svona og það eru svona leikinni sem að ég lít á sem góða leiki út af því að ég nenni ekki að vera í leik sem ég er bara
dæmi Forspoken. Ég meina, við erum ekki sammála þann leik, sko. En mér var farið að leiðast eftir fyrsta 1,5 klukkutíma, sko. Já. Þá var ég bara svona, ég nenni þessu valla, en ok, ég fer í gegnum þetta, þetta er frekar leiðilegt, sko. Bara svo þessi á hreinu, ég er sammála, Forspoken er algjör rjúkandi ruslagamur, sko. Þannig að það er þá Diablo No Contest. Já. En no contest, Spider-Man er þarna sterkur, sko. Smá contest. Já, algjörlega. Þetta árið náttúrulega búið að vera styrlað bara í tölvuleiki. Þetta er búið rugl bara. Það er bara Zelda, Mario, ég meina, þú getur ekki farið árið í fyrra að styrla, en þetta er eitthvað annað, sko. Þetta við erum að fá eftirbótana frá COVID. Algjörlega, sko. Það er svo næst, maður. En veit, það kom ekkert út gott í COVID eiginlega. Nei, náttúrulega bara, þau sem voru gátu unnið, voru bara ekki að gefa út indie-leiki. Stray kom út. Já, Stray kom út, en hann var samt svona post-COVID að einhverju leiti. Já, algjörlega, sko. En fyrir utan Spider-Man og Diablo. Já, Dead Space 1. Já. Í byrjun árs. Bara, hann gleymist umræðinu, en gera það, sko. Sturluð endurgerð af einum besta hryllingsleik sem hefur verið gerður. Hell yes, maður. Og þótt að mér persónulega fannst hann út af því að maður er búinn að spila upprunnilega, þá fannst mér jumpscareinn ekki virka. Nei, auðvitað. Þannig að það var svona auðveldar að fara í gegnum hann, en þessi endurgerð, ég meina, vá. Og bara ef þú skoðar hann og eins og þú bentir á kablana, stafinn í köflunum. Já, maður. það er svona bara, þetta er svona mind-boggling eitthvað dæmi, sko. Hann kom út, bara þegar þessi leikur kemur út, hann kemur út í svo mikilli eitthvað svona vakúm, bara þetta var, hann breytti svo miklu og sýndi svona aftur bara, leikur þarf ekki bara að vera leikur. Hann getur verið listaverk og hann getur líka verið, að þeir bara eins og bara að horfa á málverk, skilur. Þú getur skoða karakterina, getur skoða landslægið, þú getur líka skoða brúna sem er fyrir aftan Mónu Lísu, skilur. Það er svo ógeðslega svona, þetta bara svona all the pieces matter einhvern veginn. Mér fannst bara svo geggja hann hafi komið út sem endur gerði á, sko. Já, og hann kom út, þeir senkuðu honum og ég held að það hafi verið heillaskaljöf, sko. Heiklust, sko. Þeir senkuðu honum einhverja 3 mánuði eða eitthvað og það bara gerði hann leik örugglega ef hann hefði verið seinna á árinu. Hann væri í þessu contentioni yfir leik ársins, myndi ég halda. Já, það er með þetta, sko. Svo skrítið með það að Game Awards séu að flesta af þessum hátíðum séu í desember. Það er svo mikið recency bias. Ég held að maður myndi skoða winnera síðustu ára og hvenær þeir eru að koma út, þá eru þeir að koma út bara á seinni hluta ásins. Algjörlega. Og við erum ekki sammála síðasta árs til dæmis. Nei. Elden Ring og God of War, en báðir leikir svo stórkostlegir. En ég fekk meira út úr Elden Ring, þannig að mér fannst hann skilur Game of the Year. Algjörlega, contenderinn, sko. Og sigurverðin. Já. Ég bæði skil, eins og segðum daginn, ég skil Elden Ring hafa unnið. Já, en við erum fínir í því að þræta svona hluti. Það er mjög gaman að þræta mjög ekki töluleikjum. En svo bara, svona ef maður stiklar stóri við árið, þá er búin að vera svona, Dead Space kemur náttúrulega út eftir hörmungina sem Callisto Protocol var. Það var orðbjóður á leik. Það var líka bara svona, fyndið svona svar við það er náttúrulega búin til af svona nokkurum af þeim sem voru í Dead Space teiminu og voru svona, hérna er það sem á að vera framhaldið svona spiritual successor of Dead Space. Þetta sökkar. Og svo kemur bara gamlu Dead Space út og bara sópa gólfið. Já, bara best. Já, það er mjög gott, sko. Callisto Protocol fari í 80% skilur discount á PlayStation Store, færðan á 10 pund. Það er fokkið fyndið, sko. En það var svona það og svo náttúrulega noteworthy expansions, ég meina Horizon expansioni kemur á árinu. Heiklust. Flott expansion, mætti vera lengra finnst mér. Já, þetta var svona, eftir að hyggja held ég að það hafi verið pingu svona ítt út, sko. Ég held að það hafi verið einmitt að corporate dæmið hafi bara, þið þurfið að koma honum út. Já, út með leikinni græðum pening. Já, græðum peninga, en svo náttúrulega nýjast aukapakki sem kom út ekki fyrir svo löngu. Þið talaði hann í síðasta þætti, Phantom Liberty, hann gjörbreytir Cyberpunk leiknum. Mér finnst bara svo gaman hvað leiknum er bara breytt. Perk-systemið og allt saman bara, shit, það er gott, sko. Fundamental leikurinn var svo brotinn að þeir bara, ok, við gefum út 1 expansion fyrir hennar leik, en hann verður, skiluru, eins og full game
út af breytingum og öðru sem búið að eiga sér stað. Ég veit sko. Ég horfði á reviewið mitt það og hann sagði, það voru quest þegar hann kom fyrst út, ég gat ekki klára questlines og þau voru bara fundamentally broken. Já. Hann bara, það bara munur, ég get klára questline, ég get klára sidequestin, skilurðu. Sannur heiður sko. Hann bara, já, hérna, ég átti að hitta mann í búð, en hann var bak við búðina, hann var ekki inn á staðnum í upprunaleiknum, sko. Hann var út á götu bak við búðina. Svona, en maður á ekki samt að þekki það frá CJ Projekt. Nei, ég veit það, sem maður getur tala alltaf það bara fram undir nótt, sko, en þau eru búin að gera leikinn eins og hann átt að vera. Algjörlega. Maður veit bara núna, ok, nú erum við sátt, en bara það er mjög leiðilegt að það þarf að gera svona. Hann er búin að út í 3 ár. Einmitt. Og hæpið fyrir hann var svo mikið að þegar hann kom út og þetta er einmitt bara spurningi sem að tölvuleikja heimurinn að spyrja sig. Af hverju erum við bara orðin einhverjir skilur beta-testers? Já, ekki lagi sko. Ég meina, við erum ekki nema beta-testers. Við kaupum leik og ég man þegar við keyptum leik á PlayStation 2, við settum diskinn í og hann virkaði. Allt virkaði. Ég meina, í dag, þú kveikir á leik og þú bara svona, mun hann lóta? Já, það gæti verið að hann geta ekki. Einmitt. Ég náði ekki að taka upp í Baldur's Gate 3, en mitt intro var brotið bara algjörlega. Já. Þú veist, karakterinn þegar hann var að koma út úr púðunum og hann verður svona, ég var með bara svona, þú veist, þráðbeinan karakter. Maður er búin að segja það, ég var svona, þetta er svo góður leikur en djöfulli eðilega þetta fyrir mig maður. Já, þetta með eðilegur immersionu, sko. Það gerir það, sko, sem er mjög leiðilegt. En ef maður tala lélega leiki á árinu. Endilega. Redfall. Já, það er náttúrulega bara hjúglega fyndið maður. Ég meina, Arkane Studios eru góð stúdíó, sko, er gott stúdíó og hefur gert, ég meina, Dishonored eru bara örugglega 2 bestu leikir sem að þeir hafa gert. Í hyglu, sko. Og Prey. Já. Ég meina, Prey er örugglega bara besti immersive sem þú getur spilað. En Redfall alveg hryllilegt, sko. Þetta var svona, þú veist, mann langar til að spyrja sig, þú veist, ekki það, mann langar ekki til að leggja fólk í einelti. En hvað var að pæla? Hvað var ekkert í ferlinu svona, ég getur þetta breyta öllu, þú veist, ég veit ekki, það var engin bremsar, engin stoppar á neinum. Ekki neitt. Og það var svo pirrandi út af því að en sem betur fyrir, ef þú ert Game Pass, skilur þau eigandi, já. Ekki kaupa Xbox-leiki, day one. Nei. Þeir munu koma hann kemur á Game Pass, notaðu það, þú ert að borga 1200 krónur á mánuði, já, og þú farið þá endalaust að pröfa leikin, og ef þið líkar hann ekki, ok, ég get samt spila 100 aðra leiki á Game Pass. Já, nákvæmlega. Og svo náttúrulega finnst mér, og þetta er umdeilt en mér finnst Starfield ekki í neinu nálægð við Skyrim eða Nei, ég er samanlega sko. Ég meina, ég gafst upp eftir 3 tíma. Ég er ekki búin að gefast upp ennþá. Ég er búin að setja hann á ís af því að hann var svo buggaður hjá mér. Ég er ekki búin að spila núna í held ég 3 vikur. Ég er samt komin í level 30, ég er búin að spila hann í ykkur á 20 tíma. Já. Myndi ég gíska á. Mér langar svo mikið að hann virki. Ég veit alveg hvað þetta er. Ég veit alveg ekkert góður leikur. Þetta er góður leikur, en ég veit að hann er ekki nálægt í að vera leikur ásins. Sko, skeletonið af leiknum er gott. Já. En svo eru systemin eins og travel systemið. Þetta er bara mesta rugglings travel system sem ég hef upplifað. Og líka að þetta er svo mikið, svo pirrandi með þetta, það var lofað seamless. Já. Þetta er ekkert seamless. Þetta er, cutscene að lenda á cutscene fyrst það er ekki seamless. Já, og þessi leik gerist eiginlega bara í menus. Já, skilurðu? Ég veit sko. Travel heiminn, þú fer í menu, inn í annað menu, skilurðu, og það er svo rugglandi og það er bara svona, þurftu við. Ég held sko, ef ég hefði mun frekar verið til að spila hann á Xbox, frekar en PC. Hann var ekkert betri. Nei, bara upp á þetta, bara svona þægilegit, þú veist. Já, en takkarnir voru bara ógeðslega. Kontrólið á hann var bara, ég náttúrulega er ekki á ekki PC og ég spila hann á Xbox. Og hann er ekki að gera sig fyrir mig, sko. Goddammit. Og sko, og mér langar svo að elska hennan leik, en bara, það er ekki hægt. Nei, það er bara samið hér, sko. Ég meina, ég spilaði Skyrim í 300 tíma, sko. Já, við gerðum það öll, sko. 300 til 500 til 1000, sko. Og hann kom 2011 og Starfield er samt einhvern veginn meira brotinn. Ég veit það. Ég bara skildi ekki. Það er magna og líka hvernig þau brugðust upp. Hei, fá okkur betur tölvur.
Já, Ég á fucking góða tölvu. Það ekki vandamálið. En það Todd Howard bara erkifíbl. Hann bara þessi gæi, hann lifir náttúrulega í þessum brúna leðurjakka sínum. Ég held hann sofi í honum. en að hlusta á hann bara tala með verður bara svona, nennur við hann að bænum að hafa hljóð. Naklaldi kjáttið maður. Já, einmitt. Farðu bara aftur á skrifstofuna hérna, sko. Já, en það hann búin að tala um hann fer nú líklegast að minnka við þessu og hætta bráðum, hann þurfum ekki að hafa ykkur honleikur. Já, en þeir þurfa bara move on from þetta engine, sko. Já, það rétt. Þetta engine orðið náttúrulega eldgamalt. Þeir ná ekki uppfæra það neitt mikið meira. Þetta, ég meina, þetta ekki engine síðan Oblivion eða eitthvað? Ég veit það ekki. Ég man ekki hvað búið lengi til. En þetta eitthvað svona hræ sem búið að halda lifandi með einhverjum sprautum og eitthvað svona. Sko. Algjörlega, sko. Þetta ekki gott, en hérna, svo svona náttúrulega bara, ég íþróttaleikja áhugamaður, en allir þessi íþróttaleikir eru það sama. Engin af þeim stendur upp úr sem sagt? Jú, 9 Vaffersi, rallyleikurinn frá EA. Okay. Hann stendur klálega upp úr af EA-katalóginu. Ok, fínt. En FIFA, FC 24, ég spila hann í 2-player. Ég spila með besta vinnum mínum og það eina ástæðan okkur ég spila hann. Mér finnst gaman í career mode, en ég væri svo til í að player career væri eitthvað annað en að spila sem sóknarmaður, sko. Nákvæmlega. Þú talaður um þetta. Já. Ég vil leika miðvörð. Ok, sorry, þú verður alltaf bara í 4,5 í engun. Þeir biðja 16 assist og 20 mörg, sko. Sem fucking óþólandi. Bara óþólandi, sko. Þú veist, engin að pæla. Nei. Þetta svo borðliggjandi einhvern veginn, þú veist, að hafa, þú veist, bara smá frelsi, skilur, ég veit ekki, þú veist. Jú, þú veist, það gaman að bangin goals og okkur svoleiðis. En, þú veist, líka bara það að vera í vörn, maður sér bara hvernig, þú veist, karakterinn í kringum hann verða bara, þú veist, heimskar einhvern veginn. Já. Þetta, og svo alltaf að tala um að AI alltaf að vera gáðara. Nei! Það ekki að vera gáðara, sko. Það bara alls ekki, sko. En verst af þessu NBA 2K. Já, hann var alveg agalugur. Maður lifandi. Sko, ef við eigum að tala um microtransaction, þá þessi leikur bara my player career, viltu grænda og vera komin í level 5 eftir 50 klukkutíma? Eða viltu kaupa virtually currency til að hækka skillið þín öllu og basically borga fyrir að vera hæsta skillið? Já, ég veit. Bara, svo komið nýtt currency. Bara, my team currency. Já. Come on. Fuck, ég fyrir því. Bara, getum við fengið leik sem ekki riddled við, skiluru, microtransactions? Eiginlega ekki, sko. Það bara ekki það í dag. Já. Þetta bara, svona þetta og svona verður þetta gennilega bara í einhvern next tíma. Þetta samt svo leiðilegt. Það það, sko. Þetta, ég meina, við fengum, þegar við erum búin að spila það lengi og við sáum bara hvernig þetta breytist. Já. Og EA læriði kannski mest af þessu með Battlefront 2. En það samt ekki búið að læra einhvern veginn. Nei, en þeir gerðu samt Battlefront 2 betri. Vissulega. Og hann fekk svona redemption arc. Heiklust, já. Þannig að Battlefield 2042. Já. Eigum við að tala um hræ af leikið? Já, það var alltaf að gera það maður. Sko. En hann líka komin í svona redemption arc. Já, það ekki? Jú. Já. Þeir eru núna bara bæta hellinga featurein sem var bara í leiknum. Já, ég veit. Þetta var bara, herru, já, þú getur spilað in the Conquest og já, það about it. Hann var ekki svona Team Deathmatch. Nei, einmitt. Motherfucker maður. Bara, þetta first person shooter og þú ert ekki með Team Deathmatch í leikniðinum. Það er svona frekar clear-cut sænum, bara, já, ekki náttúrulega gott. Þú ert að spila FIFA en þú ert bara corporate office guy, skilur þau. Bara með törunar. Já, þú ert bara eitthvað, já, borga ársreikninga og eitthvað, skilur þau. Setur sponsorship til. Það er gaman þegar maður er að spila sem City en sem öllum lið þá er það bara gaman. Það er engin peningur í búið. Já, og sérstaklega ef við horfum bara í eigendur vissallra liða. Ég er að segja það einmitt. Það er svona... Ég held með Manchester United, guð minn góður. Ég myndi ekki neina að borga ársreikninga þar, sko. Nei, þú verður bara eldur á einhverjum debt-kollektorsmaður. En, ok. Þannig að eitthvað svona, einhver annar leikur ásins, annarkvort slæmur eða góður sem verður til að minnast á lokin? Mér finnst, ég náttúrulega bara aðlæta á tölvuleiki, sko. Já.
og ég veit ekki, ég hef hrifist að leikjum sem aðrir eru ekki hrifnir af. Mér fannst, hann reyndar komið ekki út í ár, en mér fannst Ubisoft þarna Rise of the Phoenix leikurinn, sem var Assassin's Creed nema Greek Mythology og var teiknimynda Akkurat. þá frábær leikur Já. og mjög góður og í raun og veru betur en Assassin's Creed síðustu 15 árin. Damn. Ég meina, hann bara virkaði, hann var léttur, hann var blanda af Assassin's Creed og Zelda mechanics. Einmitt. Þannig að hann virkaði, en þeir bara eitthvað, nei, við getum ekki verið að framlega þetta út eða við erum að gefa út hérna Assassin's Creed Live Service sem að vera, skilur endalaust. En fékk hann þannig ekki eitthvað með svona smá gagnrýni fyrir að vera eiginlega svolítið oflíkur, Zelda? Jú, og hann var svolítið einhæfur, sko, Já. en hann er samt svona cult following, sko. Já, ég skil. Hann er svolítið svona eins og Fallout Já. New Vegas. Ég skil. Það er bara svona cult following sem er mjög gaman þegar leikir einmitt verða þannig. Ég er sammála, sko. Já, ég meina, ég kannski það bara að tjekka á. Ég leit hann bara fara fram mér að því ég vissi mitt að hann hafi verið að fá svo mikið gagnrýni fyrir að vera bara Zelda-klóni, sko. Já. Ja, Breath of the Wild-klóni, segi ég. Já, en mér finnst svo náttúrulega mér finnst Assassin's Creed 9. Ertu eitthvað búin að prófa? Ég er ekki búin að prófa hann. Nei, ok, en þeir veit ekki hvað þeir eru vilja. Ok, ætlar að vera open world RPG-leikur þar sem þú ert ekki að læðast, þar sem þú fer berserkgang inn í eitthvað þorp og myrðir 300 manns, eða viltu vera í gamla dæminu þar sem þú ert stealthy, meiri assassin, minna svæði, en einhvern veginn geta þær ekki fundið út úr því. Nei, ég veit. Nýja leikurinn er minna svæði, en ég meina kombatið skiluru, það er ekki neitt satisfying við það að stealth drepa einn. Nei, ég skilji. Og það er það sem á að vera satisfying í þessum leikjum. Já, það er pointið með leikjum. Já, að ef þið ætluðu tilbaka, gerir það allavega vel. Já, nákvæmlega. En svo við erum að biðja Ubisoft að gera eitthvað vel, sko. Já, það er svolítið tálorður, sko. Það er svona eins og bara biðja Rockstar að gefa út góða endurgerð. Einmitt. Fyrir með eitthvað í þá armagriði, sko. Það er þáttur út af fyrir sig. Það er þáttur út af fyrir sig, sko. Heldur betur. En já, annars bara fínt ár tölvuleikislega séð og verður fróðlegt að sjá hvaða kontenderar verða einmitt. Já, ég hlakka til að sjá það, sko. Já, þeir verða líklegast komur út þegar þess að þau kemur út. Hérna, við erum pingu að vinna fram okkur. En hérna... Og að vorti verður líklega búið því það er í lok nóvember. Einmitt. Ertu bara í lokin? Ertu með okkar spá? Hver heldur að vera gott í? Auðvitað svarið Baldur's Gate. Já. Ég meina, þetta stórleikur, þetta mikið af magni sem hægt er að gera. Og ég meina, ef þú myndir spyrja 10 manneskjur playthrough þeirra, það myndi enginn segja saman hluti. Ekki neitt, sko. Þannig að þú getur, hann er bara frábær leikur sem Larian einmitt gerði vel. Og þeir eru með gott kredit, ég meina Original Sin 2 var góður, hann er náttúrulega búin að bara orðin gamall. Já, heiklust. En þetta er bara fyrir mér örugglega besta leiðin til að koma aftur Baldur's Gate inn sem einhverju franchise, sko. Einmitt. Já, ég sammála. Hvenær kom Baldur's Gate 2? 2005-06? 2001. Já, einmitt. Þannig að þú sér það eru sko 21 ár. Já. Og þetta er produktið, ég er sammála, ég held að auðvitað sé Baldur's Gate. Já. Hlökk til að sjá hvað verður. Já, algjörlega. Nei. Jú. Ég held að bara orðið gott hjá þér. Já, eða ekki. Þessi liður af áramóta sérþætti samantektin okkar. Takk, ég ætla bara að hafa takk fyrir komuna mér. Virkilega gaman að fá því í sett loksins. Já, loksins, vonandi fæ ég að koma aftur. Já, ég heiklust nú, við getum tala eitthvað mátt meira. Ég veit ekki hvernig ég á að enda þetta af því að þú veist það kemur náttúrulega annað viðtölu eftir eitthvað svona, þannig að ekki bara tala að vera að segja bæ. Já, við bara takk fyrir að fá mig og gaman að koma. Og við sjáumst annað hvort næst eða eftir smá.